ég meina kæristan mín, hún vinur minn sko, alveg eini munurinn á henni og bestu strákavinur mínum að ég hef ekki kynhneigð í að setja í þá. Nei, veist, aldrei. Nei, mér finnst kallmenn bara ekki sexy sko. Nei. En mikið væri lífmanns gott ef maður, hvað lífið var auðvelt ef maður geti farið og böðlað eitt buddy sko. Maður geti alveg tekið á félagunum sko. Það væri hann einfalda margt. Ég það samt. Kannski ekki ef maður býr í Sádi-Arabíu en ef maður býr á Íslandi þá þú veist að við erum svo sammála allt sko. Og stelpur alveg af graðar og strákar á annan hátt samt. Já. Sko svona já, þannig að þú veist að þú veist að sko hlutirnir skilningurinn á að fatta hvað rýðing og hvað að njóta ásta það mjög skýrt hjá strákum. Já. Skilur þú veist og sko vinimann sem í Hommeri sko, þeir það bara þeir fara eitthvað til Berlín og týna hverjum öðrum í einhverju darkrúmi og maður bara what the fuck sko. Það ekkert stress Nei. Að bara að sé búið að tala allt og svona allir sé svona þannig þess vegna segi ég að væri einfaldara sko. Já, ég hef oft hugsað að þú veist að væri örugglega einfaldara að búa með konu heldur en kalli en svo hugsa ég nei við varum alltaf báðar á túr. Já, þetta bara góða punktur. Nú á ég vinkonu sem að bara í konum, sko. Og ég sagði bara, djöðlega var æðislegt að bara, þú veist, það bara, vinn, bara, þú veist, bara einhver brjóst og bara einhver sköp og eitthvað, og ekkert einhver tettlingur og einhver punghár og einhver viðbjörn. Og bara chill eitthvað og hún sagði bara nei, þetta nú bara þveru öfugt sko. Já. Sagði hún sko nú tala hún bara út frá sinni persónulega reynslu en hún sagði sko að þú veist það oft allavega með stráka allavega eins og ég þekki til að svona nennum ekkit endilega einhvern vesni, við viljum bara þú veist eitthvað svona þegar eitthvað drama fyrir á stað þá svona ok, já svona bara við nennum þess ekki skilju en hún var að segja sko bara að þegar hún fyrir á stað og kærastan fyrir á stað þá bara þetta bara dang, bara einhver hormóna geðveiki og svo springur þetta bara eitthvað í staðin fyrir að svona kannski meira allavega svona minni reynslu með gaura það svona, þú veist, við bara svona nennum ekki þessu röfli og svona allavega heilbrigðir gaurar allavega til fullt af gaurum sem allavega eru bara dramadrottningar og vilja bara lifa á leiðindum eins og fullt af fólki, stelpum og strákum sem allavega bara lifa á leiðindum nærast á bara einhverju svona röfli og eitthvað en svona við sem höfum ekki tími það sko, þá allavega svona vini mínir eru svona mjög svona ég myndi halda að vera með þægilegt ef við værum allir ramsamkynniðir og værum bara búið einhverju rap homma kommunum